Fyrsti gestur ársins, Birgir. Já, loksins komið að því. Já, við fengum góðan gest. Því líki sögu maðurinn, já, það er mjög gaman að þessu. Ég var svona eitthvað að pæla í því hvernig maður ætti að kynna hann. Þetta er svolítið svona löngur umsæði sem hann hefur tekið sér fyrir hendur, sko. En svo rakst ég á eitthvað gamalt viðtal við hann, hann var tillaður Bjarni Hafþór Helgason, fjöllistamæður. Fjöllistamæður? Ég held að það sé bara ágætis greining á gestakar þessa vikuna. Það lýsir hann bara vel. Já, og veiðimenn munar alltaf kannski sterti eftir honum úr frábæra veið þetta ekki skúlar svona spálaköstum úr Laxá í Kjós, þar sem að Guðjón Þórðarsson fótboltaþjálfari eitthvað neginn á hátindi sinna fræðar að svona, já, gengur á ýmsu í laxveiðinni hefða manna. En þetta er líka, já, kannski fellur undir þetta fjöllistamannsnafn hans að þetta er mikill sagnamaður og kann að segja frá. Þannig að við fengum hann í 90 mínútna spjall. Já, bara leikandi það, sko. Og það er bara, þetta er skemmtilegu gæi. Þetta er skemmtilegu gæi og þurfum kannski ekki að hafa of mörg orðið það, bara endilega hlustið og njótið. En það er ennþá styrktaraðilnur okkar. Já, þeir sem svona standaði baki okkur, gera okkur kleift að geta búið til þess að hætti fyrir ykkur. Yes, þessi þáttur, þetta var tveggja Víking bóndi IPA þáttur. Tveggja bónda þáttur. Þetta var tveggja bónda þáttur. Já. Og bara besti veiðifélaginn, hann stendur með manni. Já. Bestu bílkaldur. Það er kannski njótið einum svoleiðis meðan þið hlustið á. Það er ekkert verra. Skemmtilegu sögur í honum. En bara ef þið er að hlusta á okkur og keyra endilega, farið þá í þennan ávíkslusa. Endilega í bóndan. Já. En svo eru það strákarnir á Langholtsveginum, veiðiflugur. Þetta er tíminn, Birgir, þar sem að veiðidellan er svæsnust hjá manni. Janúar, febrúar. Þetta er einhvern veginn svona handa á hotni samt alveg langt í þetta, nú er verið að fara yfir græðirnar. Já, ég ruslaði öllum boxónu sinni sumar, byrjar að enduraða og maður svona. Ég þekki eitt sem tók alla línurnar í fyrradag og helgina og tók það út af hjólunum og þreif allt og bónaði allt og sett aftur. Hefur eitthvað tíma gert það? Já, ég hef gert það, ekki með frábærum árangri samt. Nú, ok. En þetta er eitthvað til að dunda sig við, það sem ég er svona í að þeirra, núna er tími til þess að fara í veiðiflugur, ná sér í það sem upp á vantar, þannig að vera með allt klárt, vera ekki að fara í júni í kösina í þessa veiðibúður. Það er svolítið þannig að gera ykkur ferð. Endilega gera ykkur ferð og já, svo er það að lokum, það er lúpið. Já, loopmerch. Loopmerch.is og í guðanabænum skil ég ekki baki eftir á bakkarum, setja þetta aftur í dolluna til þessi er hólfið. Ef þið getið borðið þetta á bakkan, þá getið það borðið aftur upp í bíl. Ég segi það, ef við fáum okkur eina hettupausu þarna, þá er góðu vasi framan á. Setja þetta bara í vasan. Já, bara ekki á bakkan. En Bjarni Hafþór Helgason, fjöllistamæður, gjörðu þið svo vel. Bjarni Hafþór, velkomin í Hillin. Takk fyrir það kjærlega. Heyrðu, hvar byrjar þín vegferði í veiðinni? Sko, ef ég á að fara alveg í upphæðið, þá erum við að tala læk á milli tveggja hænsnakofa við fjallsrættur Húsavíkurfjalls. Ég hef verið svona 6-7 ára. Ég hef búin að sjá lontu þarna, við kallum þetta lontur, með réttri áherslu, sko. Smásilungur og ég hef örugglega verið að stappa á bökkunum þarna eitthvað. Sótti með spýtu og eitthvað gyrni, ég veit ekki hvað, ég man ekki hvað, ég hef bara snærið eða nei, það var eitthvað aðeins fínna og öngul, hafði orðið mér út orm og var einn að paufa þarna og setti þetta í svona lítinn hill bara sem ég stóð yfir og veitti þarna litla bleikju, svona lontu og drap hann og fór með hann heim mjög vígalegur. Það var mikið hlátur gerður að þessu heima í Grafarabakka sem er nú nafnið á æsku heimili mínu þarna Húsavík, stutt frá Fjallsróttunum og þetta var fyrsti fiskurinn sem ég veitti og ég man ekki hvað ég var gamall en ég var ógurlega montinn. Svo einhvern tímann bara á lingsárum eða eitthvað svoleiðis þá var ég komin í svona veiðina og farin að flækjast í kringum pappa sem var formaður Flúða á Húsavík lengi sem var félagskapur sem að leigði Laxá í Aðaldal. Já, partur af þessari Akureyri, Reykjavík, Húsavík sem voru, já, með svona stóra stærsta hluta árinnar í leigu í mörg ára. Já, Húsavíkur deildin af Laxárfélaginu. Já, og pabbi var það formaður og stjórnaðist fram og aftur og svo voru náttúrulega sumir sem voru í Húsavíkur deildinni gætar líka í Laxá, sko, Þórður Pétursson og Birgir Stengriðsson, Pétur Pétursson, mjög þekktir menn í áni og
Svo þegar þeir voru að veiða með húsvíkingunum, eins og pabbi kallaði það, með 3 S-um, sko, og engu vaffi, sko, húsvíkingar, þá vildi hann alltaf, sko, Grafabakki var eins og símstöð í hléðunum alltaf, sko, það var að miðla upplýsingum, sko, og sástu lax þar og nú fékkstu eitt þar og ef maður sá einhver stað fisk, þá var þetta að láta vita, en svo var bara á því að strákarnir sem voru í gætamennskunni, Doddi, Bubbi og svona, þeir voru kannski ekkert að segja frá öllu því að þeir áttu eftir að gæta í heilan mánuð einhverja Ameríkana sem voru að koma sem voru þá byrjaðir að jafnvel að veiða og sleppa, sko, sem að við þekktum ekki neitt. Og pabbi var alltaf svo hneykslaður á þessu, þeir eru að láta okkur vita, húsvíkingarnir, hann var alltaf að halda utan hjörðina. Standa saman. Já, og hélt utan hjörðina með sínum stóru hrömmum, sko. Mér fannst þetta alltaf mjög fyndið og skemmtilegt, en mann eftir einu sinni kom í Laxá að veiða haustu til, Stefán Jón Hafstein var með mér, ég held að það fyrst skipt sem hann fór að veiða lax í Laxá í Aðaldal og við fórum inn á svæði 4 og sem var lélegt, sko, aflalega séð og þó væri nú alltaf fallegt og ég lendi í því bara mjög fljótlega, þá var hann á veitt á allt, sko, ég fæ, sko, hrygnu, dálítið stóra hrygnu, 13 pundar hrygnu eitthvað svoleiðis á Devon ég minna þetta í Breiðeyri, svo langt sem ég veit þarna. Já, ok. Tek hrygnuna, því það var engu sleppt þá, sko. Svo fyrir við áfram þetta niður og í Bótastreng og þar sá ég þolinmóðasta veiðimann ævi minnar þegar Stefán Jón Hafstein veiddi með sökk enda í slírekki niður í Bótastreng. Ég hef bara með hattinn sinn og ég satt og dáðist á hann gafst aldrei upp og hann kastaði og færði þessi svo niður strengin, sko, svo hann kom mjög neðarlega þá tekur hjá honum lax, ég held ég fengi bara aðsvif, sko, ég bara trúði þess ekki, sko. Hann hefur náð að sjá hann þetta eina sekundubrót sem var ekki slí á flugunni. Já, nákvæmlega og hafði búið svo smálags og við förum heim með þetta og niður í veiðihús og sem var náttúrulega, þetta var bara mánaðamót ágúst september sem var þetta að jaðra við að vera einhvers konar ólympíumetörgulega, sko, að farið inn á svæði 4 á þessum tíma og fengið 2 laxa. En það voru við hérna, ég menn ekki 5-6 vaktir í viðbót, ég menn ekki hvað, 3-4 í viðbót allavega og fengum 1 eða 2 lax í viðbót eitthvað svolítið í ánni, sko. Þannig að þetta var bara svona skemmtilegt en ég man bara þegar við erum búin að vera niður í Vökuholti einhverja smá stund, búin að græja okkur ganga frá fiskunum, erum einhvers staðar að stúsa þarna í kring, þá kemur Birgir Stengrís á flegi ferð fyrir hornið, Bibbi Hlín kallaður sem var mjög öflugur gæt þarna og hefur alltaf til verið, mikill veiðimaður. Smíðakennarinn ekki? Jú, kemur snöggu fyrir hornið og segir, Hafi, fékkstu lax upp á Breiðeyri? Já, hörðu, ég gerði það. Var það hrygnan að hengurinn? Hrygnan, já, þá var hún farin, hengurinn þá eftir. Og þá var staðan þannig eftir sumarið, sko, þessu stóra fljóti það var það lítið að laxi, sko, að gætarnir, þessi gæjar sem voru búin að vera þeir þekktu þetta orðið allt, sko þó þetta sé svona gríðalega stórt fljót, sko. Þeir eru allir búin að sína sig einhver tíma Já, og þetta er bara Laxá sko, erfið að þessu leiti, sko. Þetta er, þú veist, það satt magnað að eins og talar þú veist, þeir sem að dvelja svona langtölum þessar ár, þeir hafa alveg ótrúlega tilfinningu fyrir því hvað að fiski og hvað þeir eru náttúrulega. Já. En svo þetta, ég var hrifinn að vera bara í fluguveiðinni og sleppa bara öllu. Ég er bara mjög sáttur við það þó ég hafa alist upp við allt annað út allt, sko. Mér finnst þetta, sko, sumir hneykslast að þú bara pínir laxinn og sleppur hann og ég segi, býtu, það ekki skárið að pína laxinn eins og þú gerir og drepa hann svo. Er ekki þó... Ef hann fengi að velja sjálfur. Já, ég meina, við erum báðir að gera það sama, kvelja skepnuna eins og talaður en mér finnst það allavega bara mjög til bóta og þá allavega það líður á sumari, þá er veiðivon, þá þingist tökur og svo leiðis að þá Það hefði verið aðeins hressilega að fara upp á svæði 4 og vita að væri 20 laxar í Bótastreng þegar hann væri búið að taka 18 úr og það væri bara 2 rétti. Yes, og svo, já, það bara breytir öllu. Ég með pappa í Laxá, þetta var náttúrulega, pappi var svo mikið veiðiblóður í honum. Það var svo skrítið að vera með honum við veiðar. Hann var svona, ég var náttúrulega með honum stundum út á Skjálfandaflóa og ég var nú með honum á handfærum þegar ég var gutti, en sko svo fórum við seinni þegar hann og Þórður Pétursson og fleiri skjóta blöðruseli og seli og svartfugl og svona á flóanum. Svo var ég með honum í rjúpum og svo náttúrulega í Laxánni og hann var svona, pappi var svona
menn sá hann í sporðakasta þáttum í Laxá í Aðaldal. Þetta er glöggunar, þetta er stóri kallinn. Þetta er stóri kallinn, þessi stóra litli kallinn er í Æðarfossunum og hann er að missa bróður minn, yngri bróður minn tekur við stönginni og þetta var mjög fræg sena þegar Laxinn sleppur þessi risinn sko. Hefur verið eitthvað svaka skepna sko. Hvað heit það, háfshóla? Já, háfhóla, já. Efri háfhóla og neðri háfhóla. Neðri er hann rétt neðan þess að settu í Laxinn pabbi og svo fór hann af í neðri hólunni sko, fór hann á milli. En ég man eftir ég var einu sinni með pappa veiða í Laxá og það var svona haustið til og ansi rólegt eins og stundum í Laxá. Það verður nú bara að segja það eins og það er. En þeir voru búin að vera í fossónum einhverjir og það var svo sem auðvitað ekki mikið að gerast. Nema þeir töluðu alltaf í þessari neðri háfhólu. Það er einhver fiskur þar, en þetta er bara smáhelvítis nart og þetta tekur bara rífur í maðkinn og svona. Þetta er örugglega einhverjir bara einhver sjóbirting, litli sjóbirtingar, eitthvað bölvavesen. Einhverja afætur. Menn hafa eitt tímanu þarna vegna þess að það er ekki mikið annað að vera á svona. Svo kemur að því að mótni til við pappa að fara í Æðarfossana í þessum túr. Konvin er eftir og við að fara yfir, róa, taka pramman, róa yfir, fara í kistuna. Ég segi við pappa á leiðinni, hann er undir árunum. Ég segi, heyrðu pabbi, ég er að spá í eitt. Þeir segja það strákarnir sem er búin að vera hérna, allir sem er búin að vera í gær og fyrra dag, sko, að það er ekkert, það er allt rólegt og nema í neðri háfólinni, það er eitthvað svona fykt, sko, og vesen. Nú, já, kallinn og rær. Og ég segi, veistu pabbi, ég spáði að gera tilraun. Á ég ekki að setja bara undir lítinn silungangul, ég er með einhverja silungangul klárlega hérna einhverstaðar í töskunni. Sný bara vel upp á hann, bara sný upp á buginni á hann, almennilega. Sett svo bara litla beit á þetta, bara eitt maglítinn og bregð svo bara við þessu. Bara kippið þessu upp ef þetta er eitthvað svona vesen, sko. Hvurslags tala þetta, er orðinn brjálaður. Við veiðum þetta bara eins og menn. Við förum ekkert að þessu með svona fíblagangi og vitleysu. Kallinn var brjálaður með það saman. Veistu, anskotast til og þetta var að standa hjá með einhverju rykkingar og vitleysu og hálfvitagangu. Og það var brjálaður. Það er svona, já, ok, segi ég bara. Og svo förum við í land og svo förum við að byrja hann að neðst í kvíslina að kíkja á sjávarhóluna og staurin og þarna upp úr svona og flussina og eitthvað og erum að svona komum svo upp á hólunum. Og kallinn segir eitthvað, kíktu farið í neðri hóluna, þú ert svo helvíti glöggur í henni, farið að skoða hana. Og við vorum með sem sagt 15 fetta stöng, svona lurk sko, með eldgömlu hjóli, 40 punda línu, eins og græjað var í, þú veist, til að taka þessa stóru sem menn lent í þarna. Nema ég, og það er bara hefðbundið undir það, ég held ég 2 litla sökkur, svo svona fett, eitthvað svoleiðis í viðbót, eða rúmlega það, svona, já, rúmlega fett, örgulega, 2 fett kannski, og þar setti maður venjulega, ég gerði það oft þannig að ég þrætti ég vel 3 maka upp á, tók bara miðjuna úr 3. Sko, fór ég inn á 1/3 út á 2/3 á makinu. Og þá, ef ég setti 3 svona, sko, þá fekk ég svona rosalegan arm, sko 6 arma kveikindi, sko. Svona púlsandi. Já, svo maður hreyði þetta aðeins, sko. Þetta var svona ein aðferð, þetta er mjög lestaður öngull, sko, það er svona, sko. En mann alltaf eftir, hann var annað mál, þegar ég skoðaði hrygnu sem tók svona upp í sig í Sandá. Og allt gommil fór upp í hana og ég ákvað að bíða. Ég var upp á nefi ofan við hana, hún tók saug inn alla þessa gommu, svo hvað ég býða ætlaði að taka eina kingingi viðbót niður og bregða svo við. En þá spýtt hún þess út sér og þá kom allt þetta 6-arma fylki tilbaka, sveif svona laust fyrir hramanana. Svo gerði hún það reyndar aftur og tapaði lífið sín á því. En þetta var útúrdúr, en málið er að þetta er það sem er undir, sko, eitthvað sirka svona, kannski verið 2 makar þarna, held ég. Það er ekki 3, sko. En svona venjulegur öngull og allt þetta. Alvöru buff. Nema kallinn sest svona til hliðar dálítið frá mér og bara situr þar og fer strax og horfa á einhverja æðarunga eða eitthvað og skoða eitthvað. En nema ég er þarna bara í mínum heimi og slaka þessu bara bent niður að mér og onni í hóluna og það er bara eins og manninn mælti koma 3 svona högg, ekki þung og ég hugsa þetta er nákvæmlega eins og þeir lýstu þessu, sko. Tek upp agnið og skoða, já, kramið hérna, laga þetta aðeins til, niður á sama stað hefðbundið þá ég hugsa, já
Þetta eins og þau sögðu, þetta eitthvað smá sjóbyrtingur eða eitthvað örriði bara eða eitthvað. Ég ætla ekki að hanga hér í þessu. Kíki svona til hliðar og fyrir klettin. Sé þá að pabbi situr bara þær í rólegheitum og ekkert að hugsa mig og hugsa mér. Nú ætla ég bara að gera þessi gáðalegstu að ljúka þessu hér. Vef hérna hendina, vinstri hendina með smá girni einn hring. Legga það niður og hugsa á þriðja högginu, þá bregði ég við, sko. Og það verður bara tekið, þú veist, alla leið, sko. Og ég ætla ekki að hanga hérna yfir þessu í allan dag eins og þeir eru búin að gera hérna síðustu vaktir, sko. Nema svo kemur höggið, og þegar þriðja kemur þá bara kippi ég í og ég með 15 fet, sko, og alveg ákveðið. Nema annarkvæmt var öngullin á stóri eða þetta var bara ekki upp í þessum fiski því að öngullin kemur bara á 180 km hraða upp úr ánni og ég horfi svo bara eftir önglinum og sökkunum og öllu saman og ég man hvernig skíafarið var, sko. Það var svo í Homer Simpson myndunum svona blátt og hvítt, sko. Nema, og þetta var sko lígilegri í amerískri bíómynd, þetta var svo klikkað, sko, að þetta svífur bara upp undan átakinu, ég bara tók bara alvöru, sko, svífur upp og inn fyrir klettin. Svo sé ég bara hvernig þetta stefnir á kallinn, pappa, þar sem hann situr, algjörlega í eigin heimi, bara að horfa á einhverja endur eða flugur eða eitthvað í grassinu og svo lendir slindran, ekki alveg í höfðuna á hann, með samt hérna við hálsin, hérna rétt við hægra, við skyrtuna, en samt aðeins upp á húðina á hann, hérna hálsinum, bara sluff, og hann hendist bara upp, sko. Þetta dettur í sandinn á milli okkar og ég kippi þess að mér og hann horfði eftir þessu bara svona eins og mús hristi svo bara hausinn, hvað í gangi? Og svo eittu við nú ekki miklu meira tíma þannig fannst aðfarirnar ekki góðar og það sem var hroðalast við þetta eiginlega því að sko ég læt ekki svona í veiði, sko, en ég ætlaði bara klára þetta því að setjum part þennan dag, sama dag förum við upp á svæði 4 komum þannig í bóthagstæring og ég hafði tvisa sinnum verið í þessum bóthagstæring ekkert mjög löngu áður með mönnum sem voru við það og á nákvæmlega sama staði báðum tilvikum þá kom risavaxin urriði að mínu mati, eða ég taldi það alveg örugt á ákveðnu stað sem stóð út á sjálfur sér laxatöku stað svona, kannski örlítið ofar og hann tók gríðarlega þétt og fast í en menn náði hann ekki upp og ég man þegar í þessum tilvikum báðum sem ég hefði verið þá voru menn þetta nafladjúft, sko og þá eittu menn bara öllum tímana því að urriðin, hann kom oft aftur, sko sem laxinn gerir sjaldan laxinn kemur kannski einu svona með þessi eða finnst þetta eitthvað óðalegt og kemur ekkert aftur, sko eins og þetta var í þessum mæki, sko en urriðarnir gátu komið og þetta voru það þunghögg það var ljóst en það geymir lax á marga stóra urriða, sko en ég var vissum orðin að þetta væri urriði og eða svífurilega löngu tíma þarna með mönnum sem harneittu að fara nei, hann kemur í þetta er lax nema svo þegar við pabbi komum að það þá segja hann eitthvað frá þessu og segja við hann, veistu það pabbi, það er stór urriði og ég veit nákvæmlega hvað hann er, ég var svo stutt sem var hérna, ég get fundið hann má ég bara áður við förum í laxaskoðunina hérna, gera eitt tjekk með mækinum á þessum fiski já, mér líst bara vel á hafinu já, sko, hafinu er allt í lagi og ég fer út á sama stað upp í Nafladjúft kasta mækinu og það er svo gott með þessa sko æðafossastöng eins og ég kalla það að þegar maður dró út línuna og kastaði sér og verið svona eins og flugu eða slöngvaði þessu og leið og maður var við fisk eins og mjög fljótlega þarna þá kippir hann mjög fast í þá spóla ég inn og á hárréttum stað sko alveg upp á millimeter með það sem höggi kom dreg svo bara inn girnið eins og flugulínu sko með langa mikla stöng bara er unni slæmir þessu já, svo slæmir þessu bara út og heldur rekinu uppi bara ekki verið með of þunga sökku en svona samt nóg svo halda bara við og láta þetta svífa láttu það svífa frændi eins og ömmubróðum ég sagði alltaf láttu það svífa frændi en svo kemur hérna högg og svo ger ég og pabbi satt bara hérna til hægri upp í móanum bara og var upp eitthvað að stúsa bara annað hann var ekkert að spá í þetta sko og það var svona kindagötur hérna, margar götur svona hlið við hlið og hann situr hérna eitthvað og að bara stússa með dótið eða eitthvað sko og nýkomnir þannig að ég finna hann bara alveg leið og það kemur alveg svakalegt drag sko, högg þannig að ég tek þetta til, skoða þetta kasta þessu aftur og legg stöngina lárétta við vassiðuborðið og ég er nafladjúpu vatni þannig að hún er bara, ég haldi bara einhverju svona flatt út af mér
geri það sem ég gerði morgunin hann niður frá þegar pabbi fekk mækinn í kinnina sko. Snýja eitt hring hérna upp á, held síðan bara svona, snýja henni beint niður stönginni og alveg við yfirborðið, bara eins og, já. Leið og höggi kemur, þá rykki ég stönginni 45 gráður, sem sagt, alveg þvert hingað, sem sagt, og held fast í línuna, sko. Já. Og hugsaði mér, ég gerði það bara mjög ákveðið, sko. Og það skiptir einhvern tógum að upp úr ánni kemur svona 6-7 punda urriði. Þetta agalega stykki eins og sko tundurskeyti. Hann bara flög og hann hafði tekið þannig sko, eða semst öngulli stóð hann af sér, hann kippt honum upp úr og hann flög svo bara upp og lendi bara í kindagötu, bara meter frá pappa sko, eitthvað svoleiðis. Og hann situr bara kallinn með allt raslið og hvað er í gangi eiginlega? Guð minn almáttu. Þessi svakalegi fiskur. Þá var þetta þessi urrið og ég þá svamlaði ég í land. Ég vissi þetta var urrið, hann er búinn að vera eyðileggja hérna fyrir mönnum og svo framvegis. Geggjað. En þetta var svo mikil svona brutalismi einhvern veginn allt í þessu af því að á þessu sama degi sko, hvoru tveggja. Og pabbi með í þessu öllu saman skammaði með alveg svo hund sko. Að veiða þetta eins og menn og fara alveg að þessu. Það er náttúrulega hérna, þú veist, allir sem flestir sem eru að hlusta hafa vantarlega séðan að þátt með babbaðinum og litlagallinum og hérna þessi stemming svona bara hvað maður segir svona salt í arðar menn á þessum bökkum sem eru svona svolítið hvað maður segir, laxveiðin kom með hann fancy blæ sko en þetta er einhvern veginn svona það er mikil rómantík í þessu og mikla pælingar og líka bara þetta kemistri sem þeir höfðu greinilega sín á milli þessir veiðimenn hann sko. Það var sérstakur heimur en svo voru þau líka, pappi var mikið sko, pappi var rosa sáttur ánað þegar að menn fóru bara í flugveginn hann var bara einhendu maður í Laxá síðustu ári sko, hann var komin bara alveg og það var svo fyndið nefnilega þess að ég var eins og með eldri bróðum mínum hann heitir Aðalsteinn og pappi við vorum í Mýrarkvísl sem rennur hann í Laxána og hann gljúfur þarna sem er þekkt og svona og vorum með 2 stengur þarna sem við áttum bara að nota. Nei, við vorum með eina stöng þarna, á þessu svæði allavega. Nema við erum sínu hvora með gljúfrið, ég og Aðalsteinn, af því að við erum bara að leita, það var ekki mikið af fiski, svo finnum við lax. Aðalsteinn vekur upp laxleikstað þar sem kemur á eftir flugu. Svo kallar hann bara í mig, og ég er hinum með gljúfrið, og við leggjumst á þennan fisk, og við sem bara, ok, nú eyðum við bara tímanu hérna, þú ert hérna megin, ég er hinum megin. Gátum talast við ána og við bara mjög mjúkt þarna svo kastar hann einhverju flugu og kastar hann okkur sínum og svo kemur, hann fór aldrei alveg upp en kom alltaf á hliðinni það var alltaf góðu fiskur sko, bjartur tók hann ekki, svo kem ég hinum megin og svo eldir hann og svo hættir hann að eld og kemur ekkert og við skiptum með flugur og þetta var svolítið svona þetta fannst pappa flott, sko. Pappi var að kenna okkur allt þetta, skiptum flugur. Það þarf að færa sig og ekki að hanga ef ekki að berja staðina, ekki berja vatnið, fara varlega og fara nett í þetta og skiptum flugur og svona. Bera þetta á mismunandi háttafiskinu og eitthvað svona tal. Nema hann kemur labbandi og til okkar, hvað segir eitthvað að frétta? Rekur tána í grjót, leiðu þetta ekki, hann kemur þarna. Og steinnin, þetta var svona eins og bara svona 2-3 manns nefar, þetta var alltaf stórt grjót sko, eða svona þannig og við erum búin að vera að eyða svona hálftíma minnstakosti í fiskinn og við hlýtum að fara hann hlýt að fara að taka sko, hann hlýtum að fara að ná hana sko kemur hann hvað segir eitthvað fyrir þetta og rekur tána í þetta grjót sem leggur af stað og við bara trúðum þess ekki sko og það kemur síðan fram á brúnina og beint hún á fiskinn sko, bara það sem hann hafi verið sko, bara bloff og við horfum á þessu að við erum búin að vera að reyna að ná fiski hérna, við erum búin að eða 30 mínútum í hann og þau tókst að dúndra ykkur til hún og bara svona og þá horfði hann bara út með kynafjölum það er bara að leita meira þetta var stórkostið moment. Mér finnst við magna sko, þegar þú kemur að það að vera sikkur megin sko, maður festist svo oft í sko, hvernig maður veiði staði, þú veist, og maður
af hverju veiður þennan stað hérna megin, það bara því að bílastæðið hérna megin, sko. Já. Svo hefur oft verið bara nóg að fara yfir á Himbakkan þegar þetta verið trekt og þá leið fær maður tökum. Bara þeir eru búin að sjá fluguna koma frá hægri til vinstri allt sumarið, en þegar hún fer að koma frá vinstri til hægri, þá er til í þetta. Já, það er líka einmitt. Þetta hérna, það eins og segja, þetta svo mikið veitt, sko. Þessar skepnur sjá svo mikið að maður þarf að reyna að fá einhverja. Ég sagði ofta að það væri, mér finnst þetta laxinn vera svolítið, þetta rándýr, fyrst og síðast rándýr og gríðarlega grimmur og hann fer kannski 35 gram út í sjó og kemur 3500 gram eftir 1 ár, sko. Ég meina, SS-sveitin asist, það eru bara brandari við hliðina á þessu dýri, sko. En það horfið framan á svona skepnu og ímyndið ykkur að það er marfló að mæta þessu, sko. Þetta er gríðarlega grimm skepna. Og ég sé hann alltaf þannig fyrir mér að hann kemur í átnar til að hrygna, hann kemur trilltur inn, bara beint úr sterahöllinni, sko. Kemur inn. Síðan eftir svona 2-3 vikur hann farin að setja sér til aðeins og átt að sjá því að hann svona, búin að finna hrygningarstaðin eða svona allavega það er verið að taka órustur það, að vera á bestu stöðum og finna bestu plássin og svona og hrygnurnar búin að græja sig og svona farin að vera svona grásteindar aðeins og svo fara hængarnir að koma inn á fullu þessi minni og mér finnst oft sko þetta miðsumar svona þegar það er búin að vera í ánni sko tíma þá er svo erfitt að fá það til að taka. Mér finnst oft gaman að fá hrygnu, kannski 12 pundar hrygnu, grásteinda sem er búin að vera mánuði í ánni og geta sagt sko ég var alveg rosalegu snillingur núna sko því að hún er búin að klemma á sig kjaftið þessi sko. Þegar hún gekk inn í ána fyrir mánuði þá var hún svo sterabrjáluð þessi er alltaf besta við hann á næstu svæðan sko. Men það koma bara trilltir inn svo bara býður þeim hitt og þetta þeir taka svo byrjar að lokast aðeins kjafturinn sko og þeir fara svona verða svona settleri allir þeir hrygnum að fá svona ennum fjólubláa gláa á sig yes. Og það, mér finnst eiginlega ekki vænstum að veiða þær og hvort það er hrygnað hengur en svo þegar kemur aftur inn á haustið og þetta miðsumari liði hjá sko þá fyrir að koma aftur öðruvísi grimmt þegar þeir fara að helga sér endanlega svæðin og þetta sko og þá er átt að ná þeim sem sagt, þá taka þeir hugsanlega bara því þeir eru bara grimmir og ég hef stundu sagt við fólk sem er að veiða að ég geti hugsað eins og ketti hugsaður sér heima ég ólst upp fyrir kísur í Grafabakka húsæk sko og svo kettlingar og kettlingar er eins og smálagsar sem eru nýgengnir þeir taka allt sko maður var kannski múin að spotta á bréf í endanum hendi bréf á mitt stofugóli og kettlingarnir stukka á þetta læðan hins vegar lá á hliðinni lött í sólinni og horfði svona á þetta svo hendi maður aftur ef kettlingarnir voru ekki á staðinum og hún gerði ekkert en ef maður kannski kipti tvisvar í þá kannski leit svona aðeins upp svo einu sinni enn þá kannski kom hrammurinn og þetta er svolítið það sem þú ert að gera við sko lax sem að liggur þarna og ætlar ekki endilega að taka og þessi læða á stofugólunni heima hún var þurfti ekkert að veiða sér til matar en það er í henni veiði eðli og það er með laxinn sko laxinn þarf að viðhalda eðlinu því hann gengur aftur til sjávar næsta vor ef allt hefnast þannig að grimmdin í honum er ráðandi sko eins og í læðinni þá hún liggi heima og fái rjóma og næmi góða mat alla daga þá er samt að fá hana til að taka brefið með ákveðnum aðferðum kannski sko þannig hún er ekki alveg lengur til í að taka bara það að þú hendir þessu fram þú ert svona aðeins meira að hafa fyrir því samfæran að þetta sé eitthvað spennandi nærrenni, fjærrenni, strippa þetta eða eitthvað þú veist, bara nú verða allir hlustið að strippa kettir já, og gera rannsókn ég man einu sinni, ég var nú ekki oft í Laxá að gæta en samt gerði það stundum og ekki fyrir peninga heldur bara því að hverju vini mínir eða þá að pappi baði mig að koma einu sinni baði mig að koma austur því það voru hjón að fara að veiða á Hólmaðastíflu og ég sagði, ég get komið ég skal kæra austur, geri það og kallmaðurinn var svona vanur að veiða aðeins og eitthvað en ekkert stórvanur þess vegna þurfti kannski einhverja hjálp konan þekkti lítið en fannst þetta spennandi og svona svo heilsaði þeim bara og svo eftir einhver tíma erum við þarna á stíflunni eitthvað svo ég láta hann kasta spæni, þetta er snemma þetta er bara í mánaðamót júni eða eitthvað svoleiðis ég vil fyrr, mann ekki nema hann setur í lax, búm miður í stíflunni og stöngin bara og hann bara,
Ég með hann og ég segi, kontu, startu hérna bara rólega, byrjum bara rólegir hérna fyrst. Svo náttúrulega gerði ég það sem ég gerir stundum til að æsa menn, sko, til að menn fá að kikka út úr þessu. Svo sér þegar við erum hérna á hólma á stíflunum, laxinn á miðri stíflunum hérna, sko. Ef þú missir hann yfir í austurræðs hérna hinum megin, þá erum við lentir í því að fara í pramman hérna og róða lífróður hérna yfir og hella okkur í prammannu skilur við niður ræsið hinum megin til að fara eftir honum, sko. Guð minn almáttugur stynur hann og svitinn byrjar að renna á hann. Þannig að þú skalt ekki slástu hann strax í byrjun mikið. Því hann slæst á móti átakinu og hann er fullur af orku og bensíni núna, sko. Haltu bara í við hann aðeins og lempum hann, þreytum hann aðeins, förum bara rólega að þessu og ef hann ætlar að hvíla sig, taktu þá aðeins, spólaðu þá aðeins í línu. Ef hann vil fara leiðan þá fara, en ekki alltaf hann hafa fyrir því, láðu stöngin uppi. Þessar ráðleggingar allar. Og þetta heppnast. Og ég var líka búin að ræða hann á ræsinu hérna með fram á niður á Sjónarhól og Rútholm og ég veit ekki hvað hann var og kona var hann bara í total panik, sko. Það var dásanlegt, sko. Nema, fyrst eftir tökuna og svona fyrstu 2 mínútur þá segi ég að ég geti trú að þetta var í 12 pundar hrygna, mér sýnist á öllu. Og eitthvað svona. Svo líður 20 mínútur þegar ég lét hann bara fara rólega í þetta. Mjög verðmættur fiskur, sko. Bara með þeim fyrsturgla á stíflunni þetta sumarið og svona. Svo landað, þetta hefnast allt í háa fiskinn, komið hann inn og hann er drepinn svo vera ber. Svo hann settur í pundara, 12 pund hrygna. Og hann horfir svona á mig. Það er fyrir eitthvað merkilegt, Bjarni Hafþór, hvernig þú einhvern veginn virðist sjá hvernig fiskar þetta eru, þú hefðum ekkert séð hann. Og konan horfir á mig eins og þegar hún væri að sjá, sko, Paul McCartney eða einhver persónu út Tolkien eða skiljið, Ringadróttinsögu. Einhver æðri vera bara. Já, hún horfir á mig svona upp og niður í spöndu og horfir svo á mig og segir, hvernig fer það að þessu? Og ég var sem að leika þetta alveg til enda og segja bara, ég geng stundum á vatninu hérna, sko. Ég gerði það eftir svo, segi svona eftir smástund, þetta er þannig að fyrst ganga hrygnunar sem fóru úr ánni í hittifyrra. Og það eru allar orðnar í Laxá í Aðaldal plus mínus 12 pund, flestar, eins og staðan er núna í ánni. Svo koma hengarnir, þeir eru bara ekki komnir, þeir eru að koma eftir viku, 10 daga og þeir fóru í fyrra, sko, þeir eru 5-6-7 pund, sko. Þannig að ég giskaði bara með 95% viss á þetta er 12 pund að hrygna. Nú er þetta bara svona. Það fór allur ljóminn af mér maður. Ég var orðinn bara algjörlega venjulegur. Ja, þú mátt ekki leyfa sko matsingina að deyja, Bjarni Hafþór. Nei, ég var að hugsa á þetta. Ég hefði ekki átt að fara út til þess að leiðilegu útskýringar. Það verður að vera, draumurinn verður að lifa. Sko. Já, þetta var alveg, hún horfði þannig á mig að það var ógleymanlegt, sko. Hvernig ferði það þess? Út af því að þú elst upp á Húsavík. Þá þegar ég er mikið að sniglast þarna á sumrin á þessu svæði að yfirleitt eldstu silung og maður horfir stundu sem að mér sé fólk, ég svo allan í sumar, fólk með að grýta spæn út í sjó þar sem að áin andapollurinn og rennur út í. Er engin fiskur eða var allan ekki í þessari á eða? Hún rennur í gegnum bæinn og... Búðaráin á Húsavík. Já, sem kemur svo, fer í stokk sko síðast og kemur svo. Jú, sko, ég held nú reyndar að menn er bara að reyna að veiða bleikju, sko. Mest bleikju, sjóbleikju. Og það er svolítið sunnar meira. Þessu er í Saltvík sem kallað það er svona 200 kilometri sunnar. Og reyndar í allir þessari fjöru sem þá prófa menn. Já. Ég held að sé ekkit mikil veiði. Þú ætti að vera svolítið heppinn, sko. Það þarf að vera einhver rúndur á einhverju smá bleikjutorfu einhver staðar sem fer framhjá þegar og menn eru veiða líka á flugu þarna, sko. Prófa. Já, ekki. Þetta er nefnilega, þetta er smá á. Ekki lækur, þetta er á. Já. En sko... Það var í þessari búðará sem ég kastaði fyrst þessum flugu með pappa, hann var að kenna mig á stíflunni í búðará, sko. Kenna mér að kasta flugustöng, sko. Þetta er fínt, Finnur, þetta er gott. Ég og fleiri út í að við erum komið inn á þessi menningaverðmætti sem Eggert skildi eftir okkur menn sem voru þessi sporðakastæðir. Já. Þú ert þar í svona lykil aukalutverki í Laxá í Kjós með þjóðagersemi sem er Guðjón Þórðarsson, knattspyrnuþjálfari. Hvernig sko maður horfir á hana þátt, maður sér að Guðjón hefur kannski ekki alveg lundafært til þess að verða mikill stangveið maður. Hvernig var þetta svona baku tjöldir? Var hann
trítilóður allan tíman hann að Nei, sko, hann var í raun og veru merkilega róleg. Málið er að Eggert hringir í mig og segir, hefðu, það klikkaði eitthvað í undirbúinu, eða semst hafði eitthvað gerst hann vildi alltaf hafa 2. Var með Guðjón og svo vissi hann að við Guðjón þekktumst. Getur ekki komið bara og leikið í einni svona mynd með mér. Ég hef ekkert veitt í Laxá í Kjós, sko. Nei. Jú, ég held hann. Þú ert nú svolítið látið lítið út fyrir að vera snillíkur í Laxá í Kjós í myndinni, sko. Já, alveg stórkostlega. Hvort ég hafði einu sinni komið að það ekki lík því að aldrei. En allavega ekkert vanur þarna á svolítið, en það gekk þetta ekkert út á annað en að láta stjórn, sko. Það bara komið hérna og svo förum við hingað og svo framvegis. Nei, en það sem ég var nú aðalega alltaf að segja við Gauja og ég man nú ekki hvernig ég sá þetta fyrir ekkert mjög löngu síðan, ekki séð hennar þátt, sko, í 100 ára. En ég var alltaf að koma honum á jörðina með það að þetta væri ekkert, sko, að það geta allir lært að kasta flugu, sko. Þetta er eins og í golfinu og fleiri, sko, það menn gangast upp í því að gera þetta guðum líkum athöfnum. Algjörlega. En svo allt í einu kemst að því að, þú veist, það alveg hægt að geta allir tekið þátt í því, svo geta menn kannski verið misveiðnir af ýmsum ástæðum. Já, hann var svona að vildi fara í buffið, þú ætti að reyna stýranum yfir í fluguna. Já. Og kannski svona liggur við að sko stýranum minna á þess að svona að veiði sé ekki keppnissport, þetta sé eitthvað svona andarsrækt, sko. Já, það er, já. En þetta fór nú allt saman vel fram, sko. En það er líka eins og þú segir, sko, það er vont að, ég man alveg eftir svona stemningum þar sem að, þetta er eins og keppnissport. Það er eiginlega ekkert hægt að, þá eiga menn bara, ef menn get ekki verið í þessu öðruvísi en þannig, þá eiga menn held ég að vera bara í hverju öðru. Já. Og kaupir veiðidaga, það er mikið penning og þetta er fríið þitt. Svo farið einhverja veiði og það er einhverja aðri með hinna stöngina sem veiða helmingi meira en þú. Og þá veiði ferðin þín ónýtt. Það er ekki hægt að þú getur ekki nálgast þetta fyrir tekið þátt í þessu svona. Þú bara, ég meina ég hef til dæmis ég var eins og að veiða með Aðalsteini bróður mínum og hann hló svo mikið að við vorum í Ytri Rangá og einhverja 3-4 vaktir og ég veiddi allan tíman með vitlausum enda og ég vissi það ekki og ég veiddi alltaf með vitlausa græju, vitlausa línu og við vorum með 2 stengur hann saman og hann veiddi laxa allt í kringum mig og ég veiddi aldrei neitt. Ég setti einhverja fiska og tapaði þeim strax og kveikti bara ekki fyrir ég tók saman græjuna, sko. Og sagði, hvað er ég búin að vera að gera hérna? Ég veitti Ytri Rangá, ég hef alveg mókveitt þarna á flugustundum, sko, skelfilega, það er svo langt út yfir allt velsæmi og gleði í raun og veru. En þarna kom moment þar sem við vorum saman og hann hló og þetta var svo gaman hjá hann og ég sé ég er búin að missa þetta endanlega, ég er bara orðin sambandslaus við veiðigyðuna bara alveg og hann grét úr hlátri, sko. Hann veitti svona 10-15 laxa og ég ekki neitt eða einn eða eitthvað skiljuðu og við vorum saman allan tíma, sko. En þegar geta hlegið þessu? Já, ég meina, hvað áttum að gera annað af því að meðan það stóð yfir þá vissi ég ekki hvaða vitleysi ég var að gera. Ég skoðaði bara ekki, ég átti að skoða bara, ég hef náttúrulega ekki komið í Ytri Rangá lengi. Ég átti að skoða, sko, varstu með flotenda eða eitthvað svoleiðis sem náttúrulega var með? Nei, ég var með einhvern sökkenda, ég átti bara með miklu meiri sökkenda, sko, miklu dýpri og lengri taum og nálgast þetta öðru sem ég hef gert þarna, sko, og veitt alveg helling, sko. Nei, þá bara blokkerast þetta eitthvað hausnum á, ég veit ekkert af hverju og tengd, sem sagt, við vorum svo rólegir í þessu við bræður, sko. Að ég fór ekki að æsa mig yfir þessu en eitt svoleiðis. Veldi vorum við bara svona, hvað er þetta? Og ég er ennþá alltaf lagslaus og þú mókar þeim upp, ofan við mig, neðan við mig, og við hliðina á mér, hægra og vinstra megin. Og svo skemmtum við okkur við þetta. Og svona. Þannig að það er svona, mér finnst oft gaman að rifja upp svona það sem að maður svolítið klúðrar þessu, sko, og maður er ekki að hleyja svolítið. Það eru skemmtilegt sögur, það er þessar hrakfalla sögur, sko. En svo er líka maður hefur oft lent í alls konar þegar maður er í veiðhúsunum maður hefur oft séð þetta því að þú veist, þetta er oft svona mikil mannfræðiransók, sko, að sjá hvernig menn höndla það bæði að veiða vel og svo að veiða illa, sko. Og svo er oft áhugavert, sko, þegar menn kom í hús og eru kannski ánæður með sína 3 laxa, hvernig það getur breyst, sko, ef einhver annar fikk kannski 4 eða 5. Það er oft heldur mikið sveifla, sko. Ég veit að Aðalsteinn á eina minninga með þegar hann var unglingur með frænd okkar í Laxá í Aðaldal, sko.
og þeir voru á með frænda sem var fullorinn og það var svo gamla skóla, trillukall sko, og allur pakkin. Þeir veittu einn morgun á lax á Hólmáðasvæðinu 4 laxa á stærðinni 16 til 19 pund held ég. Þetta var bara í skottinu á bílum þeirra vaktin lög sko. Já. 4 svona sleggjur. Svo keyra þeirra stað heim og frændi svona ánægði, jæja, þetta var nú gott frændi, ég litum að svífa og það var svona og aðstilt bróður mjög ánægði með þetta og svo hitta þeir, já, bara þeir eru búin að gera græða þá hitta þeir þá sem voru með hina stöngina þá hefðu þeir fengið 5 laxa það fór bara gleðin úr frænda og hann var ekkert nema þingslin og aðstilt var einmitt að segja, hugsaðu þér ég var að keyra svo með hann heim sár óanaða með þetta í skottinu sko. Hvernig viltu hafa þetta yfir höfuð í þínu lífi sko? Og búin að hlæja ofta þessu sko. En svo bara það bara miklu meira atriði að einhvern veginn það bara mikilvægt að nálgast þetta á sínum forsendum og reyna að vera einhvern veginn búinn undir hvað sem sko. Maður lendir í öllu í þessu sko. Ég hef veitt ótrúlega vel og svo ótrúlega og svona sérstaka minningar ég veit einu sinni til dæmis í Blöndu á Breiðunni á norðanverðu þá veit ég svæði 1 bara já, og norðanverðu þá var að ganga já, með tvíhendu var að ganga inn fiskur á 100 mínútum þá veit ég 10 laxa á smáflugur já. Og eða ekki einu sinni 100 mínútur það var að styttri tíma það var ótrúlegt sko, alltaf svona maður að kasta með tvíhendu og hann út á svo flottu breiðu tiltölulega hrein á einn sko, þetta er mörg ár síðan þetta var sko og svo neldu þeir hana sko og svo bakkaði maður inn og þetta er alltaf sama rútínan og þetta er rosalega gaman en ég er ekki vissum og ég hef stundu sagt frá þessu að því þetta svo var allt hirt á þessum tíma sko þannig að maður, þetta var bara einhver rúa á bakkanum sko stutt frá á sem ég hef einu sinni veitt í sem heitir Laxá í Refarsveit og það eru alveg 40 ár síðan ég var þar sko, ég man ekki hvað er langt síðan 30 það var staður það sem heitir Göngumannahylur og það er þannig að þetta er ekki stór á en þú sérð af veginum niður í þennan Göngumannahyl og við vorum búin að veiða sem sagt í 1 dag þarna eða kvöldvakt eða eitthvað svoleiðis við vorum saman með einhverjum fleirum félögum og þetta eru 3 stengur í ánni minni með eitthvað svoleiðis og í þessum Göngumannahyl þá kemur svona klettagangur ofan í ánni og hún er síðan hærri en það er svona stokkur í henni og þegar þú stendur þarna uppi þá sérðu laxana sem eru liggja í hylnum og þeir voru 4 ég man alltaf eftir þessu 4 eða 5 eða man ekki hvað það var eitthvað 4 held ég og þeir lágu svona hausarnir að meila inn undir bergið okkar megin við horfum svona neðan frá hylnum að upp að hæðinu og upp eftir og við vorum búin að vera veiða þarna og ekkert gekk og það var svona sól og ég samdi við á strákar má ég fara hérna í fyrramálið upp fyrir þessa fiska þarna með flugur og reyna við þessa fiska já, hún mátt gera það og því að þeir höfðu miklu meira áhuga á öðrum stöðum neðar og víðar þar sem var kannski meiri von það var búið að kasta á þessa líka og eitthvað svona ég fór morguninn út í ána þetta ofan við vissi hvað fiskarnir voru allt það ég var einn í heiminum sko setti boxin 3 eða 4 flugubóks þarna á við hliðina á mér byrjaði svo að kasta og ég vissi hvað þeir voru ég með einhendu og það er fallegt veður og ekki kyrrt og svona smá straumur og ég kasta og ég fer alltaf varlega að passa að rífa ekki fluguna upp og berja ekki vatnið og allt þetta og skiptum flugu og ég gera öðruvís og gera hins svo þegar ég kom með 4. ég veit ekki hvað 5. fluguna og að draga hana hægt upp þá sem sagt lagði ég stöngina svona fram einhvern veginn tegði vinstri hendina eins langt og ég komst upp að fyrstu lykkju og dró svo hægt að mér rosalega lötur hægt og alveg áfram og aftur fyrir mig og alveg eins langt og ég gæti tekt aftur fyrir mig það var svona þá orðið ég hef með hendina alveg aftaði mig og ég er búin að draga svona línuna svona meter 1,5 hægt, lötur hægt og ég var með held ég Black Sheep flugu þetta gerist þá allt í einu og það er liðnar svona 40-50 mínútur sem ég er að aðleita það ég var ekki að fara neitt sko, ég ætlaði bara að vera þarna sko þá allt í einu kemur elding
og ég bara hjarta áfallið sem ég fekk hérna var stórkostlegt sko. Svo held ég áfram, geri þetta aftur og hann kemur aftur, svo hætti hann að koma. Svo geri ég svipað, svo skipti ég flugur og skiptum flugur og skiptum flugur og ekkert gerist. Það liðin annar hálftími. Fer ég aftur með þessa sömu flugu, geri aftur þetta sama, fyrst gerist ekkert, geri það aftur, þá kemur hann og neglir hann. Og þetta 90 mínúta verkefni eitthvað svoleiðis. Það var 4 punda lax eitthvað svoleiðis, 5 punda. Og ég náði honum svo og þetta var algjörlega ógleymanlegt sko. Og þessi stund þetta af því ástæðan fyrir ég var að segja frá þessum 10 laxum á 100 mínútonum í blöndu sem var frábært sko, stórkostlegt. Alveg upplifun. Að þá einhvern veginn stendst það ekki samjöfnu við þetta sigur moment sko. Þannig þú að leysa gátuna. Já, akkurat. Þegar maður lendir í mókinu þá svo ofta maður fara tilfinninguna amma mín geti staðið og kasta sígarettustubb út í og ég myndi fá lax. Já, nákvæmlega. Það verður svolítið þannig sko. Þannig að þetta er svona, já, þetta er svona. Og stærðin og allt hverfur því að þetta er momentið og einhvern veginn. Já. Og af hverju þessi fluga eftir allar þessar æfingar. Já. Talandi stærðin, mér finnst svona stóri laxar. Að því ég var að nefna ykkur á hann, ég lendi í því hérna í Laxá á Ásum sko 2018 að ég var handhafi stærsta lax sumarsins í ánni. Já. Og vissi það bara eftir á sko, bara veturinn og mér sagt það bara, að eitt stærsta lax sumarsins. Og hérna, hann var 97 cm og mjög gaman að því að mjög rosa hlungur sko. Og ég hérna, svo að mér sagt að þetta hefði væri eiginlega eini 97 cm laxin á Íslandi árið 2018 næstu því. Því þeir hefði allir sko, hefur verið kannski 95, 96 en allir sem fóru upp fyrir það voru skrifaðar upp á meter eða meira. Það er æðislegt. Ég er alveg vissum að þetta er satt hjá þér og bara vel gert að skrá hann 97. Við höfum aldrei gert annað sko, það kom ekki til greina sko. En svona stórla, einu sinni já, minningum svona stórlags sem er þannig að við erum að veiða í hérna Sandá, ég og Eggert Skúlason og gríðarlega fallegt veður og þetta er seinni partsvakt að byrja og við erum í Bjarnadalsíl sem er heilur beint neðan við veiðuhúsið. Við förum yfir ána, sennilega fórum við á bíl sko niður fyrir og keyrðum bara upp með og minnir það, ég frekar hann hafi staðið í einhverju vaðelsi þannig. Það er steikjandi sól og Eggert byrjar að veiða heilinn og ég leggst dálítið langt frá, svona vel frá og ég bretti vöðlunum niður, við erum í neopren vöðlunum, það var ekki konar þess að nýju sko, svo langt síðan og ég ber á ofan og leggst bara á bakið í sólinni og það er algjör kyrrð sko, algjör kyrrð og ég heyri bara í ánni sko, svona milt renslið og heyri svo í stönginni og Eggert að kasta svo færir hann sér bara niður og ég ligg og svo er þetta einhvern veginn núið sko, veröldin, maður liggur bara svona svo heyrist bara svo smá niður í ánni þessum fræga stórlaxastað Íslands svo allt í einu gerist það hann er með pínlitla flug og flottlínu að það kemur lax og eftir flugunni þegar hann er búin að kasta henni og hann lét hann að reka eins og hann lýsti þessu fyrir mér mjög inn að landi bara inn að grinningu þegar hann ekki grinningu alveg en svona komið mjög innalega þegar hann kemur tekur ekki fluguna heldur snýr á hana og kemur aggressífur sko þannig að það er rosaleg blaðka sko svakaleg blaðka því að þegar hann snýr og kemur ofbóðslegt högg á hérna vatnið og þetta þegar maður er búin að liggja svona í 10-15 mínútur í dauðaþögg sko og svo kemur allt inn eins og einhver komið með einhverja stærða skóflu og bergi vatnið sko þetta er svo svakalegt högg einhvern veginn og ég ligg þarna þegar þetta gerist og Eggert og heilunir eru vinstra með mig og dálítið langt frá og í sömu fjarlæði hægra með mig fælist upp rjúpnahópur undan höggin eftir laxin bara þú veist þetta er það mikið högg sko það fælist upp sko svona 10 rjúpnahópur sko og ég reis bara svona upp í sólinni og sá eftir rjúphónum sem
lít svo Eggert og segir bara, sástu þetta? Og ég var hvaða upplifun var þetta eiginlega? Og Eggert sagði bara, þetta var engin smá skófla. Svo kom hann aldrei eftir. Alveg sama hvað var reynt og hugsaði og gert, sko. Þetta En hann rak upp, sko, stóran rjúpnahóp. Ég fullir þess að var 100 metra, nei, ok, ég veit ekki hvað var langt frá hann. Ég var kannski 20-30 metra frá, eitthvað sluðis. Ég bara, ekki að fara nær. Og annað eins, minnst okkur stýri uppöldnar, sko. Við erum að tala 60 metra eða eitthvað, myndi ég giska á, sko. Ótrúlega, þetta ótrúlegt moment. Þetta ekki ekki moment svona í veginni. Alveg, bara stórkostlegt. En þú veist að, sko, ef hann hefði tekið fluguna, þá hefði hann alltaf verið 97 centimetrar. Já, ég veit ekki með þennan, sko. Nei, reyndar ekki. Það eru til hann í þýstilverunum þessir óbóðslega stóru. Svo það maður að fara, sko, þetta er svo mikilvægt að fara varlega að öllu og ég stegið stundum, sko, yngsti bróður pappa mín sem mikil veiðimaður, heitir Jón Ágúst Bjarnason, kallaði Krókurinn. Já. Og hann var vegna þess að þegar hann var barn þá festist ífæra hérna í náranum á hann, það var að leika sér með draga yfir gamla hlöðuþak, krakkar, og hann steig í svona ífæru sem skrapp til og hrökk hérna upp í náran á hann, sem betur fyrir stakst hún ekki í gegn, það var farið með hann på spítala og skoða, en á Húsavík fengu allir uppnefni út af bara öllu sem festist svo við á. Pabbi var Helgi Bjarnason, sko, hann kallaði Helgi Grani, af því hann lék oft Grana sem var í Brennunjálssögu, sko, þegar hann var barn. Þá festist það bara við hann og litli kallinn og stóri kallinn og öll þessi viðurnefni, sko. En Nonni er þannig, sko, þessi Jón Ágúst, að hann er öflugur veiðimaður, alveg rosalega, sko, og mikil flugmaður. Og þegar við fórum til þess að veiði Reykjadalsá, þá kannski keyrðum við Svirðir klukkan 6:30 á morgni framhjá og það áttum þeir að keyra fram á Laugum og kannski að byrja í stóru Laugapollinum á skótanum hans Nonna eða man ekki hvernig bílan átti. Þá satt ég fram í og Nonni að keyra og þá var, sko, við Aðaldalsflugvöll, sko, þá vorum við bara búin að keyra 10 kilometra af þessum 40. Þá var hann komin niður fyrir stýrið með hausinn og byrjaði að hvísla í bílnum, sko. En, sko, Reykjadalsá er þannig að það þarf að fara svo varlega að öllu. Og horfði bara út í gegnum stýrið, sko, hvíslaði bara alla leið. Leit svo á mig á til að segja, þú ert svo stór! Þú ert svo stór! Mikill ókostur, 190 cm að þvælast á bökkunum og svona nettir á. Ég sagði, þá ég saga eitthvað af mér en það. Þú voru að fara varlega. Það er í hausinn á honum sem að kúluhausinn að Gylfa Kristjáns er skýrður, sko. Þetta er þessi frægi krókur. Já, og hann, ég held að það var árið 2000 sem að Gylfi hannaði, sem það var alltaf að hanna flugur og í Steinahlíðinni á Akureyri og svo einu sinni kemur til hans, einu sinni sem oftar og segir það lóan út, hvernig lístur það þessa? Hvað? Þetta snýr eitthvað svo öfugt sig, krægin svona aftan á eða hvað? Á, hún er svolítið sérstök. Já, hún er það sig. Ég held að þetta getur nálega virkað. Já, og ég hef ekkert svona fastmótaða skoðanir á því, ég menna, það er ekki alltaf að vera hermettir einhver í náttúrunni, svo er þetta svolítið svona, já, þess að sé eitthvað smá svona öfust núningur samt í henni eða er það ekki, eða hvað? Og svo erum við eitthvað, man ekki hvernig ákvaða það, hvort það var bara á staðnum eða þá voru þeir að veiða fram í Eðferðar á bræður mínir, allavega eldri bróða minn, Aðalsteinn og Jón Ágúst. Man ekki hvort Helgi yngri bróðum var hana líka, en allavega við ákveðum að fara í heimsókn. Nú keyrum við fram í Eðferð og kíkjum á það. Já, Gylfi var alltaf með einhver boxi á sannum, sko. Komum og hittum, þá var Nonni að veiða á einhvern stað sem að hafði nú held ég ekki ákveðið nafn þá, sko. Ég held að þetta var svona milli, mjög flottur breiða, sko. Og hann fer strax að skamma mig þegar ég kem. Það er nú þetta uppstrím kjaftaði þér alltaf. Það virkar ekki þetta helvítis uppstrím. Maður er að prófa þetta uppstrím. Og var hann alltaf, við vorum þetta var svona að byrja þá bara svona einhvern kafti, sko. Hann var eitthvað að skjóta upp í þennan hil og alltaf miklu vanari að veiða með straumflugum og svona upp og niðri og allavega. Og við fyrir að kjafta við hann og eitthvað orðið var hérna. Nei, ekki, þetta er mjög fallegu staður, ekki, þetta er stórkostlega fallegu staður, ég er bara ekkert orðið var við hann ekki. Viltu ekki prófa þessu, Gylfi? Hvað er þetta? Hann var að búa þetta til sig, þetta er bara nýtt. Þetta er flott fluga, segir Nonni og setur hann undir.
veiðir á hana 4 kusur í röð, sko. Ég að tala 4 á 5 punda bleikjur, sko. Í beit, sko. Og þetta var svo skuggalegt, sko. Og við sátum bara og fylgdust með og hjálpuðum honum að landa og svona, og svo sátum við bara hann eftir bara hálf lamaðir, sko. Og því að jú, það var einhver veiði, sko, en þetta var bara eitthvað svo rosalegt. Og þær voru svo stórar, allar, og í bunu, sko, eftir að ekki það að gera, sko. Og við horfðum bara á þessa flug og ég sagði Gylfa í mér Gylfi, þetta er eitthvað fenómen sem þú ert búin að búa til hérna núna, sko. Þetta er ekki alveg sem hún svo reyndist, sko. Ég notaði þetta bara, ég var í Urriða og Bleikju, allstaðar, ég var bara með þetta. Ég hef ekki veitt lax á svona, held ég, menn hafa notað þetta í lax. Já, ég fengi lax á krókin, held ég, alveg örugglega. Já. Svo náttúrulega þarna á staðnum hefur hún fengið bara nafni krókurinn. Já, Gylfi sagði bara, hún heiti krókur. Ég held að staðurinn að mér sem fengið nafni króksbreiða. Já, síðan ég held að það sé enn kallaði króksbreiða, ég veit ekki annað, það er allavega við kölluðum hann alltaf króksbreiða og margir og bókað sko á króksbreiðu fullt af fiski, sko. Ég manna, fyrsta skipt sem ég fór hann upp á svæði 5 í Eyjafirði, þá var ég með Kristjáni sinni kallsins, sko. Já. Og það var bara eitt, því að maður hefur alltaf séð þessa mynd hjá Eggert þegar hann fór með ánum hann að Eggert hafi fengið 10 punda bleikju eitthvað. Og það er bara eitt við erum að fara á króksbreiðina og hún er nú ekki, hún er búin að breyta sér og ekki eins og hann var og ekki góð það er alveg sama, við erum að fara þarna. Og ég sagði alltaf, sko, við vorum að veða einhvers staðar, þá hélt ég framhjá þegar ég notaði ekki krókin, sko. Alltaf krókurinn, svo ég ætla að setja silfurperluna hérna á þetta, prófa eða pheasant tail eða eitthvað, ég ætla að halda aðeins framhjá. Það var náttúrulega búið til fullt af öðrum sko frægum flugum. Já. Mísla og beikir já. Þannig að þetta var þrælmagnað. Gylfi eins og ég fórum við í Bíldsfell í Soginu að veiða bleikju þar að reyna að verum á það sem myndi kallast Vesturbakki ábyggilega. Gekk nú ekki að tjá okkur. Svo einhver maður hinum einu upp frá í einhverju lænu þar og einhverju hliði með börn, sko, og þau voru að fá fullt af fiskum greinilega. Það var einhver góð aðstaða þar einhver staðar. Þau voru svona bara í kringum krakkarnir og hann og gáttu kastað í eitthvað og það var greinilega eitthvað fullt af fiski nema ég er eitthvað að brasaði kast og Gylfi var bara upp á bakkanum hann nefndi ekki að kasta þarna og ég sé svo að þau veiða svona vel þarna hinum minn. Ég er búin að vera með krókin og svo halda fram hjá honum með hinum og þessum flugum nema ég öskra svona yfir og þegar náði, halló, náði svona og þá loksins heyrir hann, sko, já, halló, þetta var svo langt á milli þarna, hvaða flugu þeir að taka hjá ykkur, öskraði ég, og svo kom tilbaka, krókin! Og ég satt Gylfi þarna og ég segi, sérðu þetta? Já, þetta er flott. Svo fekk ég eina bleikju þarna, risa stóra, eða mjög stóra, á krókinu minn, sett hann undir allur. Þá var Eggert kominn og hann var eitthvað, Eggert var nefnilega í hjólaleðangri, hjólaði kringum Ísland á þessum tíma. Já, ég man því. Og fór og tók ljósmynd, fór út fyrir mig, myndaði mig, semst ég með háfinn og bógnastöngina, setja háfinn undir þessa stóru bleikju sem krókurflugan í og undir bóganum minn í grassin í landinu situr Gylfi. Mér þykir óhemmi vænt þessa mynd, sko. Hún er svona... Og það kristallast líka þetta moment þar sem þau voru að mókveða þarna hinni megin, sko, á þessa sömu flugu, sko, sem hann hafi búið til. Það var eitthvað svo... Hvernig veiðimaður var Gylfi? Var hann öflugur eða? Já, hann var mjög öflugur. Sko, efri ár þá nefndi, sko, hann var bæði of þungur. Svo var hann að fá sér bjór og svona og róaði sér bara í því og var bara... Kannski bara fann sig ykkur öðru að vera með flugurnar nýta og gefa flugur og láta menn veiða og svona og svo var hann komið með börnin alltaf og barnabörnin og þetta þannig að hann sko hann róaði sér mikið í veiðin og var bara meir í þjónustun í kring eins og maður sér og hafði mjög gaman að öllum þessu félagskap og svona því hann var náttúrulega búin að veiða nokkra yfir 20 pund þegar hann var yngri á Iðunni til dæmis og svona og náttúrulega pappi hans Kristján já sem að þú veist krablan og elliðin og gríla og allar þessar flugur sem við notum með þá í dag já við vorum einmitt einu sinni á Iðunni þá þá öskraði Gylfi einmitt
ekta grænfröðungstakka. Það var búið að veiða á grænfröðung einhverja stóra laxa þarna. Hann hafði sjálfur fengið á grænfröðung 22-23 punda lax. Svo erum við að veiða þarna og svo allt í einu tekur hjá honum. Og það er þetta rosalega straugir í, sko, bara og það er bara eitthvað skeiti, sko, bara 100 kilometra hraða, bara beint út í flauminn, sko, út úr vatnaskilunum og bara, og Gylfi heldur svona stöngin og ég er bara stutt frá hann og ég segi, hvað er að gerast? Og Gylfi sagði, þetta er ekta grænfröðungstakka og þá sáum við báðið fyrir okkur bara þessi er 30 pund, sko, við erum að tala nú þurfum við bara að fara að laga brúnna, sko eitthvað svona svo gefst fiskurinn einhvern veginn að því að virðist bara upp út í flaumnum og Gylfi byrjar að spóla inn, sko, og hann kemur bara svona og kemur og ég er komin til hans og við erum hvað er í gangi, ég veit ekki, hann kemur bara og kemur svo þegar hann kemur að þá var þetta 4 punda lax og grænfröðungurinn hafði húkast, sko, rétt í hann fram á eins borði fiskurinn trilltist svona rosalega og ætti svona burtu, hafði náttúrulega svona mikið afl og snerið þannig, en sprakk svona bara strax og við erum búin að hlæja hlófum ekki lítið þessari ekta grænfröðungstakka og séu sem hann hefði mistan hinni með það hefði sagt, sko, að Gylfi setti í 40 punda lax hérna, sko. En varst alveg jöfnum höndum út í að við vorum að tala Eyjafjarðar á og við að bleiki í sauðinu, varst alveg jöfnum höndum í lax- og silungsveiðinni? Já, framan á var ég í laxinum alltaf. Svo fór ég að bara koma inn í silungsveiðina, sko, með bræðurum mínum upp í Laxárdal. Þetta er þroskamerki. Já, mér finnst það. Já, það er náttúrulega einu sinni átti ég átti 4 vaktir í Laxá Mjósveit, 2 stengur og 2 af þessum vöktu voru Hofstaði með öllu sínu. Það er hefni. Og vera bæði með strímeranar 10 hendur og svo upstream 1 hendur þar, sko, í kúluhörsunum þessu. Ég átti sem sagt 4 vaktir held ég. 2-3 dögum áður en ég er að fara og ég hef búin að tala við Jón Ágúst frænda minn, Krókin, hann ætlaði að koma með mér. Það var að fara 2, einhverju forfallaðir þá bræði mínu eða eitthvað, manni hvernig það var. Þá fæði símhringingu. Mér er boðið frýtt í Kjarrá, Þverá Kjarrá, með gæt. 4 daga veiði sem áttu að hefjast daginn eftir og stóð yfir, já, held 6 vaktir, fyrir eitthvað en 8, ég vel 8. Þetta hafði ekkert verið eitthvað veiðið þar, sko, en það er saman, ég hef aldrei séð þessar ár, sko, eða ég einu sinni síðar komið í Þverá. En mér var bara boðið þetta og ég sagði bara því miður, ég er upptekinn. Þá var ég að fara í Laxá Mjósveit að veiða urriða með krókfrænda í Nonna, Jón Ágúst. Hofstaði, það verður ekki betur en það. Nei, ég meina, eins og þú talar um þroskamerki, ég veit það ekki, en það er bara þannig að sumt í þessu er bara svoleiðis. Einhver það er rokið til og farið í þess að nafntöðu lagsveiða til að fá 1 fjárapundara. Já, nákvæmlega. Eða, þetta er svo mikið ljómi yfir þessu og leiðsögum að með og ég hef náttúrulega aldrei komið að þannig að þetta frestandi, þó mér fengi ekki þetta bara að fara um svæðið og með þessu. Kjarráin náttúrulega yndisleg, sko. Já, og ég bara aldrei séð hana, sko, þannig að það er einhvern veginn að vera fallin degi í Hofstaði, það er einhvern veginn rjóminn, sko. Og það var svo í hlýi í þessum túr, sko, þá vorum að fara niður í Eyju fyrstu ferð, þá nýtti ég kúluhausa 2 upp í húsi. Ég var ekki duglegur að nýta, það var svolítið að nýta þá, sko, og ég nýtti 2 svona kúluhausa sem voru þannig að ég vafði sem sagt einhverjum vír fyrst bara svona aðeins utanum. Nei, ég gerði það ekki neitt, ég held ekki. Ég held ég hefði sett bara svona þunga gylta kúlu, frekar þunga, sko, eða svona stóra. Svo tók ég rauðan svona tvinna eða hvað kallið þetta, svona tinsel eða nei, hvað kallið þetta, vafning, sko, bara svona. Svona vínil. Já, svona vínil eða eitthvað svoleiðis, bara svona eins og, já. Og vafði því mjög þétt bara á öngulinn, sko, fyrst. Batt það svo bara fast, bara þönd. Tók svo hvað kallið þetta sem gerir gúmí áferðina eins og á krókin það er vínillin það sem ég setti undir var bara rauður þráður
en mjög svona glannalega rauður eða svona, svona Já, svona eins og þessi bleikið þarna fyrir fram að þér. ekki alveg svona en sem svona, hann var svona allavega áberandi vafði bara svona þráð þéttan á tók svo tinseli og það var glært vafði bara svoleiðis glært og þegar horfði á þessi flugu eftir sko, það var svona frekar þung sko, með að því að það var svo stór kúlan, giltakúlan svo fannst mér þetta eitthvað svo ormalegt og eðlilegt þetta glæra og þetta var djúpt inn í þetta rauða undir sko. Svo man ég setti örugglega eitthvað teil á þetta en það var ekki merkilegt sko. Og ég ekki viss að það hefði einu sinni verið ég er alveg möguleik að hafa sleppt í hreinlega sko. Eða þá ég bara setti eins og er í fasanteil eða eitthvað bara smá tvær svona í hlýðinu man alltaf eftir þessu því að svo förum við inn í hóstæði og nonni fekk náttúrulega, ég setti aðri í bóksi hans og hina hjá mér og vorum með 2 stengur af það svo komum löpum við brúna efst í hóstæði og ég segi við nonni eitthvað, ég ætla bara að kíkja hérna upp hvað heitir það, gaflin? Gafl og pollur skoða það og þú fer hérna niður í Garsenda Já, svona, það var alltaf von þar sko, eða svona eitthvað veist þar og svo ég eitthvað að þvæla þetta frá og svo kem ég til hans eftir smástund, þá hann búinn að fá, held ég, 3 í Garsendanum á þessa nýja kúluhaus og það voru allir svona flekkar, svona 5 punda, sko, bara sleggjur, sko. Það svona man ég svo rosalegt hann var svo hrifinn af flugunni hann fannst hún svo flott, þetta speklaðist og þetta glæra tinsel og djúft undir í eitthvað en þarna gerðum við einn hlut sem að sko, nonni alltaf frekar ragur við að vafa ég var vaðhundur sko. sem er nú gott í Mývatnssveit að vera duglur að vaða og láta sér hafa út allt og niður í Laxárdalinn líka og svona ég er náttúrulega yfir 1,90 og ég er nú ekki nema rúmlega 100 kíló núna en ég var svona 110-15 kíló og sko þannig að það er þægilegt fyrir mig að vaða oft sko en nonna fannst nú en Hofstæði er svo löng þannig að það var búið að segja mér hvar var hægt að vaða í landúrunni neðst hérna það er eitt vað í Vörðuflóa og það er neðan við hann sko eiginlega og það er að fara hér úr og stefna á einhverja stein, flatan stein þarna hinni megin og svo frá veist. Þetta er svona smá seta sem maður það er ekki gott að reyna þetta nema að vera með eitthvað með sér sem þekkir þetta. Og ég svo hissa á nonni skildi þora sko, en málið er að við lögðum bílnum hans þetta niður frá, fórum svo á mínum upp eftir og ég sagði nonna, við prófum þetta allavega, og hann var náttúrulega hann múrari og hnén á honum þreytt eftir því þannig að hann var svo sem alveg til í að hugsa þetta. Svo hirtu menn fisk á þessum tíma og ég man ekki hver kvótinn var, getur verið þetta séu 6 fiskar á stöng Já, örugglega 4-5 á stöng sko en ég held að það verið sko 10 á dag 5 á vakt Við vorum allavega með eina slöngu saman sko, sem var alveg sko, stór og á kvóti í henni alveg fyrir báða stengurnar sko. 10 plus fiskar Já, eða bara það sem mátti sko nonni, ég hefði að taka einni uppbót hann hefði brjálast sko. hann var trilltur ef maður ætlaði að brjóta lögin sko. Þannig að en þetta var svona og við vorum búin að fara sagt, með kúluhausana og svo vorum við með tvíhendur niður á flóunum og endum þar að taka svona góða og allt svona stórofslesi svaka slanga sko og ég segi svo bara nonna, nú förum við bara og nú vöðum við sko og hann var til í þetta bara fyrir það hvað þetta var þungt sko við með 4 stóra stengur eða 2 stórar og 2 minni og töskurnar og ég menna og það var annað hvort að labba alla eiginu upp eftir aftur 2,5 kílómetri eða hvað þetta er eða taka séns á vaðinu og við förum og mér var ekkert sama sko þetta var svo sem bara allt í lagi en ég var komin alveg hérna þetta stór maður alveg hérna upp í bringu og svo bara flaut hann upp sko sagði, ég bara flýt hérna og hann hélt í hinn endan á slöngunni og ég hérna megin og ég sagði við höldum bara ég kem við og þá var ég bara tipplega eins og ballettdansari á tánum sko svona 1-2 metra sem að fór yfir svona það sem var tæpast Já, það er síðasti spölurinn þess að þú ferð af hryggnum hana og í land
þetta er í rauninni bara einsmetis breytt Já. hak og ef þú hittir ekki alveg á það þá Já. ertu í svolítið, þá ertu allavega blöytur Já, og verra, og þar að verra sko. já, nákvæmlega. En þetta blessaðist og frændi var náttúrulega freka fölur þegar við komum yfir. Ég hef ekki að neita því. En við þurftum bara að fara beina svona litla brekku með allt heyra galleri og þá var það búið. Og mikið rosalega voru við fegnir. En ég myndi nú ekki, ég var nú greindur með Parkinson fyrir tæplega 4 ára síðan. Ég myndi ekki það gera þetta í dag, sko. Ég er búin að lendi í miklum æventýrum á þessu vaði með fólk. Já, það ekki. Jú, og þegar maður er beðin þetta vað, sko, fólk allar stutt sér að svona, maður eiginlega segir bara að lappa tilbaka. Já, ef þú hittir ekki rétt á það, þá ertu farin hann onni í gjóna og flótir niður. En ágætt svo sem að vera með slöngu og láta bara litla fara þetta hanga í slöngunni. Já, ég gerði þannig, ég segi, þú heldur bara fast í slönguna. Ég hlýta að komast inn. Já, það er til vídeo að mér að lappa yfir hann að þennan síðasta spöl, það sem að er ekkert upp úr nema hausinn. Það er farið yfir að modni, sko, nei, hádeginu, svo heitt og þetta byrjun júni að bráðna svo mikið upp á heiðinni. Þannig að þegar við fórum tilbaka þá var komið svo miklu meira vatn að sást ekki steinin. Já. Og þeir komu strákunir að Hamri voru að koma fram hjá og kíktu niður sko og sáu bara hausinn á mér upp úr. Þannig að ég fór yfir en þessi voru með mér þeir segja ég ætlum ekki og löbbuð upp og ég sótti það þangað. Þetta er skraulumynd. Já, maður óð eins og brjálaði maður. Ég gerði tilraunir í Æðafossunum oft, sko. Ég óði yfir kistukvíslina fram og tilbaka, sko. Og bara til að aðtöku hvort ég gæti það eins og drepa með því. Og ég fór úr Stórafossi, sem sagt, niður fyrir Stórafoss, sko, klettið þar, og í land í Bjargstreng, ofan breiðuna. Og ég gerði þetta einu sinni og þá var mér þessi aðeins yfirvöxtur Jóhannes Heitin Kristjánsson, hann trúði mig alla, sko. Hann sagði, gerðir þetta? Já. Það er engin fiskur að það niður frá, ég fór bara í vaðleikum, ég fór bara að leika mér og aðtöða hvað ég kæmist. Ég vissi það, sko, ég myndi reka þá bara niður á breið og ég dræpi mig ekkert á þessu, sko. En ég komst í land, sko, þannig að þetta... Það er ótrúlega þetta komast og þegar ég var úlingur að byrja að veiða hann upp í Mývatnssveit að svolítið svona, ef maður horfir niður fyrir sig og áttar að, þú veist, maður flýtur þá bara niður í Brótaflóa og ykkur staðar þar á einhverju sandeyri, en bara láta sig vaða og maður finnur þá kannski einhverja hryggi og nýja staði og það hefur heldur betur borgað sig. Já, líka, maður þurfi ekki óttast að snúast á hvolf, sko, og drukna, sko, þannig. Það er svona, maður þarf að vera svolítið viss það, sko. Svo fekk maður bara að sitja í þurrkaran hjá Hólmfríði, pásunni. Já, þetta voru alls konar ævintýri sem maður lendi í þessu öllu saman, sko. Hvað er eftir ævi á Bökkurum, hvað er uppáhalds áin? Er það, þú veist, það er náttúrulega, þú átt augljósa tengingar til Laxá, ef við tökum hana svona út fyrir ramma, hvað er skemmtilegast áin? Ég veit það ekki, það eru margar bara, þetta er bara... Okay. Sko ég hef verið veitt núna og ætla í sumar að fara í Laxá á Ásum og hún er sko hún hentar mér og konunni minni vel, þetta er að hún er lítil og nett sko. Já. Og við höfum veitt ágætlega það og hún getur verið mjög skemmtileg og það ræðist náttúrulega mest að það sé fiskur af því að maður mennur að leita fiski og svona slagsmála með fisk. En ég veit ekki hvað ég á að segja, sko. Þær eru allar einhvern veginn æðislegar ef maður fær eitthvað aðeins í þeim eða kemur einhverjar orustur, sko. þá einhvern veginn lifna þær allar við, sko. En svo þegar maður kemur og er í dauðu hafi, sko, í 2 daga, ég kem aldrei í þetta þess að vitleysi fljóttattur, þetta er meira röglið. Þannig að það er svona, Já, það er Laxáin eins og segir, en ekkert síður fyrir mig Laxárdalurinn og Mjöðsveitin, sko, heldur að niður frá, það er í raun og veru ekkert síður, meðan bara alla leið, sko. En bara úr Mývatninu í Skjálfanda? Já, þetta er merkilegt lífríki allt saman, sko. Þetta er drottningin í rauninni? Já, það er svolítið sagt, sko, nema ég bara skil ekki, svo erum menn með alls konar stóra ræður hvað komi nú fyrir eða verður sleppt í þetta seiðu með einhver búskapur og ég hef ekkert vitt á því. Þetta væri ræktað upp bara ef einhver kæmi og segði ég ætla að setja í þetta bara 500.000 seiði eða eitthvað svoleiðis í Laxá í Aðaldal. Ég veit ekkert af hverju hún hefur gefið svona eftir. Maður bara veit þetta ekki. Hvort það er
eitthvað sem kemur fyrir seiðin þarna úti eða hvað svo sandurinn og sandurinn og allstaða til óþurftar sko. Bara eitt korn í auga og maður verður vitlaus sko. Sandur leggst alltaf yfir allt og kæfir sko. Sandur ekki vinur nokkurs manns nema þegar maður þurfur að steypa vegg sko. þannig að það náttúrulega ekki gott en ég meina ég hugsa stundum það ef að í Laxá væri sko 3-4.000 laxa veiði 5.000 laxa veiði í þessu, þetta svona mikið nafladjúp á sko, svona sirka og hún algjörlega í þessari drauma dýft fly fishing sko bara þessum fiskar að taka sig upp 1 meter, 1,5 og taka flugur koma á siglingunni eða það þá hægt fyrir slíreiki en þá þessi á og með umhverfinu og þessu fljótu og hvernig yfirborð hennar og hvernig hún haga sér einstök í heiminum, tel ég sko en það náttúrulega ekki 5.000 laxar í henni sko, það að veiðast bara nokkur 100 í öllu vitt og sleft sko, þannig að því miður hún lítur meira út eins og sko urriða á með laxavón sko, í raun og veru og sko og þegar viðbætist mikið slíreik kannski sko, þá þetta sko til erfitt það svona Við vonum bara að hún beri bara sitt aftur, maður veit að landeiður hann í ýmsum æfingum með broddstokking og bara vonandi að við sjáum laxa fyrir 1000 laxa bara sem fyrst sko. Hún fór einhvern tímann í 2-3.000 laxa með minn Jú, hún var yfir 2.000 laxa nokkuð stabíl tíma sko. Það einhvern veginn orðið svo langt framanni. Maður myndi bara maður þarf ekki að veiða 10 laxa vaktinni til þess að njóta þess að vera við laxa held ég. Nei. En ef það væri einn, þá verður maður helviti góður sko. Já. En ég veit ekki, ég var að hugsa sko á en ég kom hérna til eitthvað sko, hvað var að skita niður, ég held ég geti talið upp sko mjög 30 veiðár sem ég hef komið í, mér finnst alveg ótrúlegt sko. Það eldast við laxinn? Já, og lax og silung sko, mest lax sko, svona á ævinni sko. Ég gerði þetta alltaf þessi gamla dag sko, ég var að vera veislustjóri eða segja eitthvað skemmtisögur og gera eitthvað svona og tók peningana, sagði ok, veislustjóri hérna ásáttíð úa eða eitthvað svona. Setti peningana í krukku og safnaði með höru veiðilegum sko. Svona veiði sjóður svona framhjá bókald frá rekstri heimilisins ég nákvæmlega og fyrir viki var ég ofta að veiða býsna mikið á árabili sko, ég var að veiða bara út á suður og svona en svo hefur það okkur einu á efri áranum sko frekar minkað sko, ég frekar verið svona en mætti svo vera duglegri sko en ég hef verið að fara með afastrákana svona í fremri laxa á ásum sem silungur. Alveg draumasvæði í það. Já, þetta smásilungur, lítill, en það mikið að tökum og gaman að þessu, skemmtilegt. Og það einmitt setti annar guttin, sem yngri sko, sem er 11 ára núna, hann setti í lax á krók þar, sem hann misti fljótlega. Gekkja. En, þú veist, það gerðist og frábært. Og svona, þannig að Já, þannig að ég veit ekki hvað að segja með uppáhalds og það svo góða minningar, ég menna þegar við ekkert fórum nokkur haust í Sandá og ég búin að fara með skólabræðinu mínum í Hafralóns á nokkur haust og flotta minningar úr sem ám, sko. Alveg geggjaður ár náttúrulega. Já, og flott fljót, sko, og svona, ég man, talandi Sandá, það var alveg ótrúlegt að tvent sem ég fyndið að ég var ekkert hérna að skoða á þessum Sandárárum þá var ég að skoða teip með svona speikasting og var eitthvað hugsa það sem að maður lenti í þessari stöðu að hafa baklandið bara klettið eitthvað maður þyrfti að kunna þetta og ég fór að spólu með speikasting og double speikasting og allt sko. Svo æfði ég með þessu staðar bara og náðu þessu bara vel þú veist, sneri svona og svo rúllaði línan út svona Herðu, þetta nú bara helvíti gott, sko. Þetta nú bara ekki slæmt, sko. Og var svona, hún taldi við hún á góðum tökum á þessu og svo var ég nú ekki að hugsa þetta meira. Nema svo fyrir við í Sandó, höstu til við ekkert eins og vennilega með hópi frábæra félaga og kem ég niður að Húsaheil í Sandá. Húsaheilur er þannig að þetta er stór, djúpur heilur, grinnist svona upp það að kemur niður í hann og svo er bara bratti hérna bara kletturinn í baki? Já, bara mjög svona þýfi og mjög bratt, það er svo sem hægt að labbað upp það og svo leiðis en þetta er mjög bratt samt, þannig að það er ekkert bakkast
og þegar ég kem hann að labba til þessu, herðu, speikast, nú komið þessu, nú verður gerð pröfa, góði gestir, góði þjóðatíðagestir og allt það sko. Svo tek ég mig til þarna og dreif út línu og gerir þetta og græði þetta, hvernig var þetta nú í myndinni, svo ég búin að rifja það upp og já, þetta bara svona, svo bara ger ég alls konar kunstir. Fatta það svo náttúrulega þegar ég er langt komið með þetta á endanum hjá mér var all stór túpa en ekki einhver nett fluga eins og í spekkasting sko. Þannig að ég fer bara að heyra í henni eftir smá stund sko, bara hér og þar einhvern veginn í dalnum sko. Svo endaði hún bara eftir smá stund sko, doing, á kafi í þúfu hérna við liðin á hausnum á mér sko. Bara heppin að drepa mig ég sagði strákunni, ég hefði prófað að spekkasta niður og það endað bundin bara verið allir possaður og hérna, hún hefði sko krækt sér svo í torfu við hliðina á mér og batt mig fastar sko. Þetta var eitthvað rosalegasta spekkast sem hefur sést. Þú þurft að æfa þetta eitthvað aðeins betur með bandinu. En það var á þessum árum líka veitt af maðk þannig. Láta hann fljóta. Ég held að það sé, já, láta hann fljóta frendi, láta hann svífa frendi. Þá var ég mitt í þessum sama heil, voru 2 laxar, stórir, 16, 18 pund, eitthvað svoleiðis. Og ég var búin að velta fyrir mér að það var ekki nokkuð leið að veiða. Það voru svona frekar neðarlega, sko, og lónuðu þarna bara svo leið og eitthvað konalatið með það, svona. Nema ég var með þessa æðafósastöng og makinu mér, hún var alltaf með hjá mér í ferðunum, sko. Ég tók hana með mér. Hún sagði, nú ætla ég að gera tilraun. Og ég kem ofan að hylnum, alveg í hvarfi, og með þessa stöng. Set 3 maðka upp á öngulinn, þess að sem sagt, til að búa til þessi ófreskju þarna, þriðjung og hverja maðki. Set 10 sökkur, hverja 9, 10 sökkur held ég, og svona 1,5 fett. Svona grænar renslis. Já, ég bara það sem ég fann bara. Týndi þær upp sko. Þannig að þetta var bara þegar ég bara hélt á þessu sko og svo kem ég að heilnum svona, græja þetta ofan við sko, labba hana niðra, fer á hné og alveg bara og kíki svo varlega bara af syllunni það sem ég er og sé að þeir eru þarna sem þeir eiga að vera báðir og legg þetta svo út og þetta var svo þungt sko, ég fekk svo mikla mjólkusýru í handlegginn sko, ég bara Jesus Christ held þessu svona úti og ger ekkert annað í bili og hangir þetta bara niður og það eru þetta smá strömmur en þetta nær samt að þetta er svo þungt að þetta snerist það, haldi þessu niðri og haldi þessu kjörru sko. Svo færi ég mig aðeins til og ég passaði mig, ég má ekki gera hérna sko, því þá faraði bara þetta er allt svo glært sko, og þetta er allt svo vonlaust einhvern veginn og færi mig neðar og mjólkusýran orðin þvílík, ég var orðin bara virkilega heilsuleg sko. Held handleggnum úti og stöngin alveg þvert úti og með því náði ég ekki samt alveg út af þeim. Ég var svona hálfa meter inn af þá, því miður. Hafði áhyggjur af því, þetta væri ekki gott. En fyrst ég var búin að ná þess og þeir voru kjörrir, þá bara hélt ég áfram og færði mig svona meter niður eitthvað, þá var ég komin að þeim. Það er að segja, ég á eftir svona 1,5 meter í þá, buffið sko, maðkurinn. Og þeir eru báðir kjörrir en byrjaðir að tina aðeins. Ekkert mikið, aðeins byrjaðir að tina svona. Og ég hugsaði mér, ég má ekki fara nær, þá er þetta búið. Því ég vissi að ég gerði eina skekki, sko, og þá var þetta bara málið þetta. Svo færi ég mig 10 cm nær og þá ókýrast þeir og þá bakka ég. Af því ég er búin að finna fóstóðin þar, sko. Þarna eru þær, þarna er bara akkurat þröskuldurinn, sko. Svo aftur aðanum, þá eitthvað verður ókýrð og bakka ég. Þá róast þeir. Svona held ég bara áfram í einhver tíma og hugsa, hvað á ég að gera? Þá allt í einu tekur ytri laxinn sér til, vippa sér svona upp, aftur fyrir hinn, kemur meðfram inn fyrir hann og bang, tekur. Ég var svo gáttaður og það tekur allt rastlið upp í sig og ég bara lyfti og gat þá loksins fara að nota hina hendina. Og þá er hinn brjálaðist auðvitað og ég sem sagt held svo bara í við hann og það sem laxinn er að fást við er náttúrulega 10 sökkur sko og bara stór dammur og ég aldrei lent í svona furðulegri stöðu sko.
En svo náði ég honum fyrir rest, hann fór bara þetta fram og aftur og eitthvað svona. Og svo fór ég niður fyrir aftur og labbaði rólega upp eftir og svona hálftíma eitthvað svoleiðis. Kom aftur að staðnum. Þá var hinn komin á sín stað og ég náði hann líka. Geggjað. Það var stórfurðulegt, sko. 10 sökkur. Já. Og í svona gljáandi, sko, hil. En þetta er alltaf... Þetta er svona minning svona allt öðruvísi nálgun, sko. Þú veist, maðkveiði, sökkur, þú veist, þetta er bara svo að vera í einhverju trollveiði eða ég veit ekki hvernig það var að lýsa þessu, sko. En þetta þurfti samt, sko... Þetta er lagni líka. Já, þetta þurfti alls konar vesen, sko. Þetta var erfitt, þetta var alveg hrika. Handleggurinn á mig, ég held ég hafði 2 daga að lagast, sko. En maður lét sér hafa það, því að maður vildi endilega reyna að láta þetta ganga upp. Þess að var bara svo gaman var líka að finna fóstóðunar að þeir var allt svo glært og þeir sáu mig ekki því þeir voru með athygline á þessu, sko, og ég var bara með augun bara rétt yfir syllunni, sko, og það var svo gaman að sjá þetta sem til raun og veru raungerast, sko, hvar heimilið þeirra var. Og ef þú hefði farið með maðkinn og nálægt það er fælt þá og ég gert það, það enda höfðu þeir alltaf hagað sér þannig, sko, að það hörfuðu bara eitthvað inn í dýpið, sko, þá var enda strákarnir, sko, ég kom með þess að 2 laxa og það neituðu að trúa þessu, sko. Þú hefur ekkert veit hvernig var svo að segja með þetta 10 sökkur, þú ert ekki svona fyndin. Þessi spölva djöfusins bull er þetta, sko. Hvar tóku þeir? Hvernig voru þetta þegar þú komst? Þeir trúðu sér ekki fyrir 1 orð, sko. En þetta var samt satt, sko. Þetta er náttúrulega sportið. Það er að hugsa út fyrir bóksi og leysa vandamálið hverjum degi. Já, maður myndur ekki standa í þessi dag. Ég var í fýtt núna með Parkinson að fara með skjálftavaktinni í gegnum hilin með þetta. Ég veit ekki hvað fóstóðunar eru við höfum þá. Það hefur verið nóg líf í markinu. Það er rétt. Það er kannski bara eitthvað plús. Þórir Úlfarsson útsettir henni í músíkinni, sko. Hann segir að hér eftir spili ég bara mandólín. Hann ætla að láta mig hafa mandólín og segja þú ert ekki að gera neitt. Þá bara sjálfkrafar spilið það, sko. Ég hengi bara alltaf á því mandólin í hljóðverinu og þú gerir ekkert. Þetta er yndislegt og gott að heyra að þú heldur í léttleikan, þá trúið þessi veikindi benni að þú. Já, það er nú ekkert, maður verður að reyna það. Já, það er ekkert annað hægt. En bara takk kærlega fyrir komin, þetta er búið að vera frábært spjall og frábæra sögur og bara vonandi gangið vel á bakkanum næst sumar með frúnni í Laxá í Ásum. Já, takk kærlega fyrir og bara takk fyrir að vera hérna með ykkur, bara frábært, skemmtilegt.